Velkomin í kaffispjall Iðunnar. Hingað til mín komin Jónína Kárdal. Hún náms- og starfsráðgjafi við Háskóla Íslands og einnig formaður félags náms- og starfsráðgjafa. En félagið fagnar einmitt 40 ára afmæli sínu núna þessar mundir. Við ætlum að ræða saman fjölbreytt störf frá náms- og starfsráðgjafa sinna og mikilvægi þess fyrir einstaklingin að hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöf. Velkomin Jónína. Já, takk fyrir. Nú þú áralanga reynslu af því að vinna við náms- og starfsráðgjöf og líka kennslu í faginu og þú hefur verið viðlúgandi félagi mjög lengi og sinnt ýmsum verkefni þar og ert núna formaður eins og kom fram. Þannig þú hefur svona innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa frá mörgum hliðum. Segðu mér kannski bara svona til þess að byrja með hversu mikilvægt það fyrir einstakling í nútíma samfélagi að hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöf? Já, hversu mikilvægt, það að mínu mati og ég held að mati okkar alla sem störfum að náms- og starfsráðgjafa, það sé mjög mikilvægt að hafa aðgengi að þessari þjónustu. Ég og þú og stéttin öll erum við sammála það að það sé mikilvægt og þegar við horfum á í rauninni tilgang náms- og starfsráðgjafar og hvernig það snertir einstaklingin, að þá felst það í því að aðstoða einstaklingi við að stjórna sínu náms- og starfsferli. Nám og störf þetta svo mikill hluti af ævi okkar allra og í samfélaginu okkar sem núna fást við stafræna byltingu, mjög mikið framboð af námi, störf að breytast, að þá svo gott fyrir einstaklingin að geta sótt í náms- og starfsráðgjöf og til þá náms- og starfsráðgjafa sem að hafa mjög mikinn skilning á aðstæðum, vera að fylgjast með breytingum og nýta ákveðna aðferðafræði við að hjálpa einstaklingunum að stýra sínu fleygi ef svo má orðið komast. Akkurat. Fyrstu námsráðgjafarnir, þeir einmitt störfuðu í skólakerfinu, svo bættist starfsráðgjöf við og nú starfa náms- og starfsráðgjafar í símenntunarmiðstöðvum, fyrirtækjum, opinberum stofnunum. Þannig að þetta hefur verið mjög jákvæð þróun og svona fleiri hafa þá aðgengi á sínum forsendum hvort sem að fólki að vinna í atvinnulífinu, á atvinnu eða starfsendurhæfingu eða skóla. Segðu mér aðeins svona frá þessari þróun. Já, sko, þegar við horfum á í rauninni þróun náms- og starfsráðgjafar til 40 ára, sem sagt félag náms- og starfsráðgjafar stofnaði í desember 1981 og aðalega voru 7 og þeir störfuðu þá á sínum tíma annars vegar hjá framhaldsskólum og síðan var komin nýr einstaklingur á svið, Ásta Kristrún Ragnarsdóttir sem var fyrsti menntaði náms- og starfsráðgjafinn og þessi þróun í rauninni þannig að náms- og starfsráðgjöf eða námsráðgjöf, eins og hún nefndir áðan að fyrst kom námsráðgjöfin, svo kom starfsráðgjöfin, að hún var helst að finna í framhaldsskólum og þaðan byggist þetta upp og síðan með tilkomin náms í námsráðgjöf sem var þá diplómastigi 1990 að þá breytast hlutirnir og ekki síst þetta að námsráðgjafar sem hétu þá fóru að starfa til dæmis í grunnskólum, ekki í mörgum stöðum en samt sem áður. Þannig að við vorum með skólastigi, sem sagt grunnskóla, framhaldsskóla og svo háskóla og þá var það Háskóli Íslands. Og af hverju fer þetta svo til dæmis eins og í Vinnumálastofnun, sí- og endurmenntunarmiðstöðvar? Jú, það vegna þess að það talaði ævilangt nám og ævilang náms- og starfsráðgjöf. Og það að staðsetja námsráðgjöf á öllum þessum vettvöngum í menntakerfinu, í símenntunarkerfinu og svo út í atvinnulífinu tryggir það að það svona, ef ég má orða það sem svo, virðisaukandi keðja fyrir einstaklingin. Akkurat. Þannig að það tekur alltaf eitthvað við sem sagt, eftir hvert stig sem sagt. Já, og svo fólk náttúrulega fara á milli, fara úr vinnu, aftur í nám. Jú, og aftur í vinnu, hana. Og ég held að það sé kannski stærsta breytingin að atvinnulífið auðvitað átt að sjá því að það þarf alltaf að hafa mannauð sem
getur tekið breyting, eða semst tilbúið að taka breytingum, semst ytri breytingum og búa yfir ákveðni aðlögunarhæfni og það talaði á ensku upskill og það auðvitað eitthvað sem að gefur einstaklingin gildi, hann sé að læra svo lengi sem hann lifir. Akkurat. Og að geta fundið sér stað svo í atvinnulífinu í takt við þessar breytingar af því að hlutirnir staðna ekki. Nei. Það kemur alltaf eitthvað í staðinn og hér held ég á síma og ég til dæmis man eftir því að þegar ég fór í fyrsta skipti á netið og ég ung sko. Þannig að þegar við horfum á þessi 40 ár, það var punkturinn sem ég ætlaði að segja og nefna að við hér á Íslandi höfum fylgst mjög vel með allri þróun í menntakerfinu og í náms- og starfsráðgjöf og það er í rauninni bara einsdæmi, myndi ég segja, hvað við höfum þróast hratt og geta boðið upp á náms- og starfsráðgjöf eins víða og við gerum nú. Höfum við kannski þróast hraðar svona en margur annar með tilliti til kannski umhverfis? Ég myndi segja að innviðir stjórnvalda hafa tekið við sér og átta sig á mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og þá okkar sérfræðingana í náms- og starfsráðgjöf og hvað það styður við innan menntakerfisins. Ef við hugsum grunn- og framhaldsskólan þá það vellíðan nemenda, það að aðstoð þá við að ná árangri í námi og að kenna þeim bara hvernig ná að læra í rauninni og svo framvegis og svo þegar farið út í það að fara í framhaldsnám, það að segja eftir stúdentspróf og þá þarf að skoða áhugasvið og gildi og kunna skil á námsframboði og það það sem ég tel að við getum lagt öllum lið með að það svo mikil fjölbreytni í námsframboði og þú getur fundið bæði formlegt nám, þú lærir líka óformlega, ef ég má nefna það líka. Já. Og þannig að með því að tala við náms- og starfsráðgjafa þá hefur tækifæri til þess að endurspegla þínar pælingar og í stað þess að spyrja spurningana, heyrðu, getur samt mig hvað ég á að gera? Að þá svo frábært að geta sagt, heyrðu, ég ekki alveg viss hvað ég vil gera, getur þú hjálpa mér að finna lausnina eða finna eitthvað svar og þá fer að stað á hverju ferli. Akkurat. Já. Við sem vinnum á símenntunarmiðstöðum og í fullorðsfræðslunni, við þekkjum til raunfærnimatsins og hver mikilvægt það fyrir fólk sem að tekur þátt í því og finna svona hvað eflist við þetta ferli og þeirra farið metið þá færni sem að býr nú þegar yfir. Já, og það náttúrulega náms- og starfsráðgjöf líka stór þáttur í því. Já. En hvernig finnst þér í atvinnulífinu, hversu mikilvægt það bara allir í atvinnulífi hafi aðgang að náms- og starfsráðgjöf? Já, í þá tengslu við raunfærnimat til dæmis. Já, bara almennt séð. Almennt séð, já. Sko, það engin eyland. Nei. Og þegar við horfum á okkur sem samfélaga þá tengist við hvert öðru. Og þess vegna svo mikilvægt að tryggja ákveðna svona samvinnu þvert á. Já. Og ekki síst þetta að þeir aðilar sem innviðirnir hafi skilning á hlutverki og verkefnum hvers annars. Þannig að til dæmis í mínu starfi þegar við vorum að tala námsráðgjöf og svo starfsráðgjöf að starfsheiti breyttist til þess að endurspegla í rauninni þetta heildræna viðhorf að nám og störf eru tengd og við sem náms- og starfsráðgjafar við verðum að fylgjast með því sem að gerast út í atvinnulífinu. Við þurfum að skoða hvar nýsköpun á sér stað og svo framvegis, en svo það þetta varðandi atvinnulífið og mannauðinn að því ég nefndi þarna óformlegt nám að fyrir mér sem náms- og starfsráðgjafa finnst mér það svo eðlilegt
og sjálfsagt að þegar við erum í starfi að þá erum við annars vegar að nýta þekking okkar, færni og hefni og svo erum við að læra á meðan við erum í vinnunni. Það koma inn ný verkefni. Já. Og svo einmitt með raunfærnimatið að þá erum við að gefa þessari reynslu ákveði gildi og ákveði vægi og það svo mikils virði þegar að fyrirtæki, stofnanir eru að skoða hversu mannauður þess megnugur og með því að setja þetta í ákveðin ramma sem ber með sér ákveðin gæði og ákveðin faglegan ramma að þá gefur það bæði einstaklingnum ákveði svona ákveðin að sína á sjálfan sig og er valdeflandi og svo náttúrulega þetta fyrir fyrirtækið að átta sig á hvaða sem að starfsmaður þess er að koma með og getur þá væntanlega styrt fyrirtækið sitt starfsemi sína að sama skapi. Já, og þá erum við leiðin að viðurkenna það að eins og þú nefndir að maður að læra allstað, vinnustaðir, námstaðir og maður alltaf að sanga að sér þekkingu. Já, maður alltaf sanga að sér þekkingu og það er þetta nýja í rauninni og það kannski ákveðin ný nálgun sem að við þurfum öll að svona átt okkur á og auðvitað vega og meta en ég held að það gefi fleirum tækifæri að fá viðurkenning á sinni færni og hefni með svona hætti eins og raunfærnimatið og það gefur svo einstaklingum tækifæri til þess að mennta sig á formlegan hátt. Akkurat. Komast inn í skólakerfið á ný. Já, þannig svo byggir núna þetta. Já. Einmitt. Hvernig sérðu fyrir þér að rafræna leiðir verði notaðar í auknu mæli í náms- og starfsráðgjöf? Við vitum eins og í COVID þá náttúrulega þurftu náms- og starfsráðgjafar rétt eins og aðrir að bregðast við og færðu þá þjónustuna en frekar í rafrænt form. En hvernig svona sérðu þessa stafrænu þróun í framtíðinni? Já, þetta svo góð spurning vegna þess að þessi umbylting, þessi stafræna umbylting, hún hefur gerst mjög hratt og ég var einmitt að velta þessu bara fyrir mér sjálf hvað ég nota símann sem að geymir mjög mikið af upplýsingum og geymir aðgengi að hlutunum að auðvitað komumst við af með ákveðnum hætti hérna áður en að þetta var en það sem að stafrænt aðgengi eða stafræn ráðgjöf gefur fyrsta lagi að það eykur aðgengið og það líka kemur til móts við einstaklingarna sem vilja sækja ráðgjöf á þeirra eigin forsendum í rauninni. Akkurat. Við höfum face to face á staðnum og svo gætum við eins og við þekkjum, það er tölvupósturinn. Það eru þetta aðgengi að upplýsingum á stafrænan máta. Það er þetta sem að við upplifum öll að sveiflast yfir í Zoom eða Teams og það sem að það gefur okkur er að átta okkur á því jafnvel að ráðgjöfin er alveg jafn mikils virði. Að því leyti að og ef við hugsaum náms- og starfsráðgjöfina, hún auðvitað gengur á það að tengjast einstaklingnum. Það sem hann er í því verkefni sem hann er að fást við. Og það sem að ég held að þetta stafræna gefa okkur er annars vegar tækifæri til þess að mæta einstaklingum þar sem hann er og við veitum þetta okkar faglegu aðferðafræði við að tengja vitastækni til dæmis. En síðan held ég að það sé alveg ljóst að náms- og starfsráðgjafinn geti nýtt sér stafræna miðla á miklu öflugri hátt, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla og þetta er líka ákveðið sí- og endurmenntunar tækifæri fyrir okkur náms- og starfsráðgjafa. Og já. Þannig ég held að það er ekkert annað en tækifæri sem að felast í því að nota stafræna miðla, stafræna
aðferðir við að nálgast náms- og starfsráðgjöf. Akkurat. Og náttúrulega bara gott að nota fjölbreyttar aðferða því að sumir kannski myndu freka kjósa að koma í rafræna aðgjöf. Jú. Og annað sem er dettur í hug sko að þessar rafrænu leiðir að það kallar ákveðna nýsköpun. Já. Einmitt að ákveðna öðruvísi aðferðir við að miðla upplýsingum, við að nálgast og eitt sem er dettur í hug er það að þú getur búið til avatar. Þannig að við getum verið í sýndarveruleika líka. Já. Þannig að þarfir einstaklingana sem leita ráðgjafar eru auðvitað mjög mismunandi. Já. Sum hentar að vera svona, Alveg rétt. öðrum í síma, Já. þriðja að skrifa. Akkurat. Og allt krefst þetta ákveðna leikni af okkar hendi. Já. Að nýta okkur orðræðuna sem við heyrum og sem við skrifum. Já. Og ég sé ekkert annað en bara góða tíma framundan. Nei, einmitt. En við þurfum að fyrsta lagi að vita hvað er í gangi. Ég nefni næsta skref.is og námostörf.is. Þar erum við að tryggja aðgengi. Og svo eins og ég sagði áðan, þetta við séum að endurmennta okkur starfsstéttin. Mér langar að spyrja það kannski hvernig er þjónusta náms- og starfsráðgjafa hér á Íslandi og aðgengi að ráðgjöf með kannski nágranna þjóðirnar okkar? Já, ég myndi segja að aðgengið að náms- og starfsráðgjöf sé mjög góð. Það sem að innviðirnir, stofnanir, fyrirtæki og við þurfum að taka höndum saman er að láta vita með betur af henni og tala betur til einstaklingana að því leiti að þeir viti að þeir geti leitað í þetta tengslanett sem náms- og starfsráðgjöf sem nær svo víða og það urðu náttúrulega heilmiklar breytingar til dæmis eftir hrunið. Já. Þegar að við upplifðum svona hátt atvinnuleysi og þá það stjórnvöld í gegnum Vinnumálastofnun sem að bregðast við með því að ráða til sín náms- og starfsráðgjafa og þar sjáum við einmitt þetta samspil að til þess að tryggja ákveðna velsæld samfélagsþegna að þá tökum við höndum saman og það kallaði til sérfræðingur á öllum áttum og meðal annars var þá kallað til náms- og starfsráðgjafa, nám er vinna. Það eitt og sér gerði það verkum að ég held að einstaklingar hafi áttið sig á því að þeir þurftu að hugsa náms- og starfsferilinn sinn. Og það nú oft þannig að við svona höfum ákveðnar hugmyndir hvernig við viljum haga lífin okkar og nám og störfum og annað. Og þess vegna svo gott að geta nota tækifærið og haft aðgengi að náms- og starfsráðgjafa. Til dæmis út í atvinnulífinu, í gegnum símenntunum miðstöðvarnar, í gegnum stéttarfélögin til dæmis. Og við Norðurlöndin að þá tel ég að við séum alveg sambærileg vegna þess að ef við horfum svona á lagaramman að þá eru það réttindi nemenda í grunnskóla og framhaldsskóla að hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöf. Það í lögum vinnumarkaðsaðgerðir að einstaklingar hafi aðgang að náms- og starfsráðgjöf. Þannig að það eru stjórnvöld sem að tryggja þetta aðgengi og við erum sérstök að því leiti hér á Íslandi að starfsheitið náms- og starfsráðgjafi lögverndað og það til þess að endurspegla það að tryggja gæði og að sá sem að leitar aðstoðar þess sem heitir náms- og starfsráðgjafi, hann veit þá hvað liggur að baki því, sem sagt að það 2 ára meistaranám eða fullgilding náms annars staðar frá og á Norðurlöndunum að þá eru náms- og starfsráðgjafar þeir eru staðsettir í skólakerfinu hjá þeim og líka út í atvinnulífinu og ég nefni mjög sterkt net í gegnum Vinnumálastofnanir og þannig að við telja á mjög sambærilegum stað
Og þegar við horfum til dæmis félagsnáms- og starfsráðgjafa og meistaranámsins í náms- og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands, að þá erum við mjög vel tengd á Norðurlöndunum. Já. Og félagið til dæmis á fulltrúa í norrænu samtökum náms- og starfsráðgjafa. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor í námsbrautinni, hún varaformaður alþjóðasamtaka náms- og starfsráðgjafa. Og þannig að við erum vel tengd og ekki aðeins erum að taka á móti vitneskju, rannsóknum, heldur erum við líka að taka þátt. Og að þú nefndir raunfærni mati áðan, að þá myndi ég segja að þeir sem hafa staðið að því hér á Íslandi, náms- og starfsráðgjafar og þær stofnanir, að við erum leiðandi í því að mjög mörgu leyti. Nú erum við búin að fara svona vítt og breytt yfir sviðið svolítið. Já. En með dettur í hug kannski svona í lokin, hver svona helsta áskorið núna á þessu afmælisári, 40 ára afmæli félagsins? Já, sko, félagið hvílir í öllu því starfi sem að hefur verið frá byrjun. Allra formanna, allra stjórna sem hefur gert það verkum að við erum að þessum stað sem við erum núna. Og til langs tíma að þá var félagið að vinna að því að gera náms- og starfsráðgjöf aðgengilega í menntakerfinu og út í atvinnulífinu og vinna með stjórnvöldum að því og í rauninni stundum að sannfæra þá. Ég myndi segja að næsti leikur sé það að efla sýnileikan, efla sýnileika náms- og starfsráðgjafar og þá í samvinnu við til dæmis mennta- og menningarmálaráðuneytið, við félagsmálaráðuneytið og við aðra hagaðila í íslensku samfélagi. Og svo auðvitað þessi stafræna tilvera. Að hvernig erum við að aðlaga okkar þjónustu, aðgengi að upplýsingum um nám og störf, allskyns tæki og tól, þannig að einstaklingur getur sjálfur unnið í sínum málum, hann getur stjórnað sínum eigin náms- og starfsferli. Og svo að lokum við þetta að stéttin, félag náms- og starfsráðgjafa, að við erum rúmlega 300 manns sem erum félagar og það skiptir svo miklu máli við þetta að halda hópinn, að við séum að halda góðu tengslanetti virku og sameinuð náum við ákveðnum markmiðum og getum unnið hlið við hlið, þar að segja, getum unnið við hlið annarra fagaðila að sama marki sem í rauninni þetta að einstaklingurinn sem mætir okkur, að við erum aðstoð hann við að ná sínum markmiðum hvað varðar í rauninni nám sitt og starf ævilangt. Já, einmitt. Þetta voru fín lokaorð. Já, takk fyrir. Takk hérlega fyrir spjallið og gangið þér sem best í þínu. Já, takk hérlega fyrir Erna. Mjög gaman að koma.